Já, það er verið að mynda hérna sigur liðið en við erum komin með sigurvegarann í einstaklingskeppninni til okkar. Til hamingju með þetta. Takk fyrir. Þú varðir titilinn. Já. Var það markmiðið? Auðvitað. Ég veit að ég þarf ekki að spyrja því. Sko, hann er alltaf að verða sterkari og sterkari en Flóvent og þið eru auðvitað eðlilega að verða öruggari með ykkur á hverju tímabilinu. Sko, hvað hefurðu gert eitthvað öðruvísi eða ertu bara að gera sömu hlutina svona ár eftir ár og bæta á og byggja ofan á? Svona mestmegnis sömu hlutina en ég er kannski búin að ríða meira út núna heldur en vanalega. Já. Gekkja veður búið að vera og já, ég held að það sé farið vel í hann. Hann er léttur áfram og kátur og líður vel. Er það ekki svolítið mikilvægt einmitt að spila svolítið á fjölbreytnina í þjálfun? Þó að maður sé að undirbúa hross fyrir keppni að leyfa þeim líka að vera bara reiðhestar? Jú, ég held að það sé mjög mikilvægt, halda í ferskleikan og gleðina. Já. Nú hefur ýmislegt breyst hjá þér og þú ert komin á nýjan stað og farin að vinna sjálfstætt og svona. Hvernig leggst þetta í þig? Er nóg að gera og gaman og spennandi tímabil framundan? Já, það er alveg nóg að gera. Gaman. Já. En þú ert búin að leyfa þér að eiga þennan hest og ætlar að gera það áfram? Já. Það er ekki nokkuð spurning. Sko, hann næri mikilvæg stig með þér hérna í kvöld og í fyrra þá var hann sterkur á fleiri vígstöðum. Ætlar að mæta með hann í T2 eftir hálfa mánuð? Já, þið fáið alveg að sjá hann aftur í vetur, sko. Enda engin ástæða til annars. Nei. En hvað er svona, ef við horfum aðeins lengra fram í tímabilið, þetta er auðvitað bara fyrsta mótið og það er öll innanhúsmótin eftir og svo byrjar út í tímabilið. Er það bara Íslandsmót, landsmót, hvað er á planinu? Já, Íslandsmót, landsmót, kynbótahross, bara allt. Já. Hvað gerurðu í kvöld þegar þú kemur heim? Það er góð spurning, ég bara er ekki búin að ákveða það. Það er bara að slaka Slaka og melta þetta og kannski horfi ég á þetta aftur. Já. Ertu svolítið í því að svona stúdera þína eigin frammistöðu og læra af því? Já, það er mjög mikilvægt að gera það. Það er að gagnrýnin á sjálfan sig. Það er gott. Takk hérlega fyrir spjallið og til hamingju með þetta. Við hlökkum til að sjá þig að 2 vikum liðnum og með Flóvent. Takk hérlega. Takk.